Mikilvægi umhirðu í ungum skógum allra hagur. Trén í skóginum verða stór og stælt, frábær heilsubót fyrir fólkið með verkfærin og verðmæti skógarins eykst umtalsvert. Þegar trén eru í kringum mannhæð felst umhirðan aðallega í tvítoppaklippingu og greinarhinsun. Bara smá stund með hverju snirtu tré gerir gæfumuninn fyrir skóginn. Þegar skógurinn kominn yfir mannhæð má fara að huga að vali á trjám sem eru áliðleg til viðarnytja. Það þýðir að lökustu trén þarf að fella til að gefa þeim eftirstandandi meira pláss til að vaxa. Ef við bíðum of lengi með þessa aðgerð getur verkið orðið erfitt og jafnvel óyfirstíganlegt, sérstaklega ef skógurinn mjög umfangsmikill. Að sama skapi má ekki heldur fara of snemma, þó það sé vissulega léttara. Á Fljótsdalshéraði orðin mikil skógræktarhefð og margir skógar þar orðnir bæði stórir og gjöfulir. Á mörgum sauðfjárbýlum, þar sem einnig skógrækt, hafa bændur beitt skóga sína bæði til hagsbóta fyrir skóg sinn og fé. Á dögunum fóru 2 fyrrum starfsmenn héraðs- og Austurlandsskóga til að skoða reit á jörð einni Melar nefnist. Þar var gróðursett rússalerki í Kargamel á aldamóta árinu 2000. Eftir 15 ár var farið inn í reitin til að fella lökustu trén, jafna bil á milli trjáa og þar af leiðandi ná tilætluðum árangri með þéttleika. Afraksturinn var góður, en hefði getað verið betri ef reiturinn hefði verið snirtur einhverju áður, en látum það liggja á milli hluta. Það sem gerir þennan reit sérstakan að hann einn fárra reita á héraði þar sem skógurinn var í gisnara og smærra lagi en venja þykir fyrir inngrip af þessu tagi. Fyrir vikið virtist reiturinn fremur risulegri en átt að venjast. Af ýmsum ástæðum þykir vænlegra að fara inn í reitina eldri og stærri en þarna var gert. Í maí 2015 hafði verktaki lokið sér af og úttekt fór fram. Teknir voru 3 50 fermetra mælifletir og niðurstöður úr þeim mælingum sýndu að þéttleikinn í skóginum var 1600 tré á hektarann. Meðal þvermál í brjósthæð var 4,1 cm og meðal hæð var 3,7 metrar. Það mætti því halda að full snemmt hafi verið farið inn í hann. Hér standa 1600 tré á hektarann, þar sem eru 800 gæðatré og meðalhæðin cirka 5,4. Það bara ekki slæmt, 5 árum síðar. Skógurinn virðist hinn heilbrigðasti og meðal þvermál í brjóstað hafði rúmlega tvöfaldast og var komið upp í 8,3 cm. Á meðan hæðavöxturinn hafði einungis hækkað 1 metra. Núna hafa trén stækkað töluvert og notið góðs að bilunni. En kannski var farið full snemmt, því að þó svo hér sé gras, ríkjandi gras í botninum, þá koma upp stofnar af trjám sem voru felld. Stundum tekst þetta vel til. Hér tré sem liggur vel að jörðinni og mjög flott og stubburinn hérna án greina og alveg svo að vera, steindautt og fínt. Þessi athugun var fremur óformleg og ekki hávísindaleg. Ýmsu var þó velt við sem vert að skoða. Inngrip fyrr en á að venjast eykur mögulega þvermálsvöxt viðarins. Væntanlega verið að opna skógana full mikið, en með léttu beitarálagi má halda niðri þeim greinum sem annars yksu upp af lífvænlegum stubbum fallinna trjáa. Ef farið inn í skógana á yngri stigum auðveldum við okkur verkið til muna og hægt að fara hraðar yfir skógana.